Komið þið sérlega áhverju góðir og verið hjartalega velkomin með okkur í Akureyri TV. Við erum að leika K.A. Þórs í bikarúrslitum fjórflokki karla. Sigurður Sigurðsson í tíu og með mér er Geir Kristinn Aðalsteinsson. Geggjað moment framöndan, höllin að fyllast og ljósasjó og þvílík stemning, þjóðsöngurinn framöndan og þetta verður geggjað. Þetta verður klikkað, þetta verður þvílík upplifun fyrir guttana og alla sem koma nálægt þessu. Liðin farin inn í klefa og styttist bara í að við fáum fyrstu leikmenn kynnta, þá drögum við okkur nú í hlé og myndinni. Þetta er svona dagur svona alveg saman hvernig leikurinn fer, saman hvernig hver og eitt spilar, þetta fyrir reynslubokkan hjá þeim öllum. Þetta er bara geggjað moment. Þetta er í fyrst skipti sem við fáum svona leik norður. K.A. Þórs hafa ekki mæst í svona leik áður. Og við ákváðum byggjum að fá hann norður og við erum engir eftirbátar laugardagsaldarinnar í dag. Alls ekki, bara miklu fleiri áhangendur á bakvið liðin, en þetta er bara frábær ákvörðun að spila þetta hér og þetta verður ógleymanlegur leikur. Kannski svona áður en við förum að skipta yfir á leikmannakynninguna sem alveg að hefjast. Eins og sagði Geir, kannski skiptir ekki máli hvernig leikurinn fer. Þetta er ákveðið sigurinn fyrir handboltann og Akureyri. Já, við eigum svo mikið af ungum og efnilegum strákum og við fáum að sjá nokkrar hérna í dag og þeir eru eftir að muna þessu leik allt sitt líf og þetta ætlar að hjálpa þeim í stóra leikjunum í meistaraflokki framtíðinni. Þannig að þetta er bara frábært, meðfattar. Þetta verður geggjað, við ætlum að lifa myndunum að tala bara hérna framöndan, það styttist í að liðið verða kynnt inn. Við segjum bara við ykkur ánægðu góðu, fylgist þið vel með og góða skemmtun. Er það ekki ykkur það? Smá töf. Jæja Geir, það er komið að þessu. Erum við að kynna liðin, eða að byrja að kynna liðin. Neðri stúkan.
Vísi, Brag. Það eru svona 2-3 mínútur þangað til að ljósið verður orðin heit og við getum bara að byrja að spila handbolta. Við fórum nú nokkra bikarúrslitaleikina saman. Já, við gerum það og náðum okkur í mörg og silfur. Já, mörg og silfur. Maður var gott silfurstafnum og þetta náttúrulega með því skemmtilega sem maður gerir. Hvort maður vinnur að tapa, það örugglega skemmtilega að vinna en að fara í bikar og þetta náttúrulega bara geðveikt. Þetta geggjur. Tilfinningi, hvað að fara gegn hausinn á það? Já, ég held náttúrulega, þeir eru ungir, ég held þeir séu nú ansi stressaðir. Ég held að sé smá stress í þeim, vonandi ná þeir í úr sig fljótlega. En það var þjóðsöngurinn. Það var þjóðsöngurinn sem ekki tæði honum. Nei. Þessi stemningsþjóðsöngur okkar, hann rýfum hann alltaf í gang. Herðu, það verður aðeins kannski með stöðun á liðunum. Það er svolítið öðruvísi stað á liðunum, mismunandi. Já, hún er ólíkir samt lík vegna þess að KR náttúrulega er á toppnum í fyrstu deildinni. Hún er að spila 13 leiki og vinna 10, 1 jafntefli og 2 töp. Og Kósararnir eru náttúrulega í annarri deild og eru þar á toppnum líka, þannig að við erum að fá 2 topplið. Kósararnir aðeins búin að tapa 1 leik í vetur og vinna 12. Þannig að hér koma 2 lið sem er full af sjálfstrausti og ég held að deildirnar skipti engu máli í svona leik, ekki nokkuð. Ég er bara að liða sér vill þetta meira á dagsformi sem ræður þessu. Það er allt til alls, frábærar aðstæður, mjög góði dómarar, Siggi Hlastar og Jóhann bróðinn, þess að var hafnafyrkjöður. Dæma þetta, frábæri þjálfarar og það er allt til alls. Siggi er að koma beint og byggja alltaf hvernig í gær. Já, þetta er líka föstudaginn og annan í gær og beint hingað. Nákvæmlega og hann sagði við mig hérna áðan, þetta er síst minnsti leikur í setjum. Já, nákvæmlega, örugglega bara, jafnvel mest heiðurinn að dæma hér að Þóru Káa. Við erum svo heppnir að Siggi er í últrahormi, crossfitari hætti geðaflokki, stemur örugglega vel þessa helgi. Og já, ég sammála því að þetta verður ekki auðvitað leikur að dæma fyrir einhvern hinni tveir. Hér með að verður ekkert gefið. Það eru Káamenn sem er alltaf að byrja greinlega í sók. Renni aðstöðu í byrjanlegin í markinu á Káa er Bruno Bernhardt. Vinstra horninu Þorvaldur Jónsson. Ragnar Sigurbjörnsson í vinstri skiptinni. Arnór Ísak Hallsson á miðinni. Haraldur Botti Heimisson á línunni. Óli Einarsson í hægri skiptu. Fannar Már Jónsson, bróðir Karls Márs Jónssonar. Gunnar Akkur Handboltafélag í hægra horninu. Já, Þórsararnir byrja í vörn í fæstu
er byrjanlega þeirra eftir. Þetta er svona blanda 6-0 og 5-1 sem þeir byrja í. Já, við vita að Arnór Ísak, leikmaður með 6 er gríðarlega sterkur. Að fyrsta mark leiksins komið. Það er Þorvaldur Jónsson sem fyrir nú vinstra horninu og skora það. Þeir spila á gámanu. Já, Þór er að Daniel Bjartmann fyrir vinstra horni. Jón Ólafur Þorsteinsson í vinstri skiptu. Jón Hóla á miðinni. Svo er hann með 14 Hákon Halldórsson í hægri skiptunni. Hægra horninu er síðan Sigurður Bergmann Sigurðsson. Það er markinu að Þóri Tómas Gunnarsson. Já, og línunni er síðan hann Elvar Jónsson. Já, svo skal það koma. Þór er öllabæði harandi í káaliðinu en Jón Ólafur vantar eiginlega káaliðinu upp á skóla. Já. Halli sveif inn og bjarga mark. Nákvæmlega, Káa byrjaði þetta í aggressífur í 5-1. Jón Ólafur með skot fram hjá. Káa með koma. Og þeirra káamennu böttin. Ragnar sækir á. Fyrir fótinn að Arnóri. Já, brot á honum, þá fríkast. Á fríkasti. Gríðarlega vel mætt í höllin í dag. Það er Já, þetta eru ansi mörg 100 manns. Það leiði mann ekki á þetta sér 700-800 manns. Já, treysti mér ekki að tellja það persónulega. Nei, En ef ég þekki faðir minn á klukkur rétt þá mun að vera með langt já, tölvin. já, Kíkmarki Sigurðarna er alveg örglega með töluna. Káa með koma, setjum í kerfi, opna fyrir vinna. Lína dæm. Lína dæm, áöfn að grípa ekki bort af hana. Kamar Rósarar, Þór er að koma í sók. Aron á miðunni og Jón Óli. Mikið pláss þegar káa með vandamennina framarlega. Já, Hákon Ríkis sækir á vörðina. Haraldur Botti brýtur þarna á Hákoni. Rósarar stillir í kerfi. Aron sækir Jón Ólaf. Svo kallar Blens. Gal opna hann á vörðina. Hákon Ríki. Jafna með 1-1. Óli miðið á kámanu. Það er svo mikið að flýta sér. Sjáum að bæði liðir að nota leikkerfi sín óspart. Já, Gengi ágætlega. þetta eru bæði liðin alltaf tæknilega mjög góði framar en mörg önnur á þessum aldri í leikstýringu og öðru. Samanlega því. Hér er að káa með styrtum í sók, svo er að fara með 6 völdinni sinni. Arnór stýrir spili káamann á miðinni. Hér kemur hann eitthvað kerfi á sækir hóttamanninn. Stýrimanninn fyrir Óli Einars. Geggjaskot hjá Óla Einars. Undirhandaskot í fjárhóðnið. Mjög gott að ná að koma boltan yfir í fjárhóðni. Og svo er þetta komið í sók. Aron á miðinni stýrir spili og þeir kallar í kerfi. Sækir hann. Já, það voru svona tæpur og skriði honum. Slapp með þetta Aron. Rósarar. Ágætt spilta hana. Þjóðstararnir eru með 2 örfænda í hægra horninu og hægri skiptunni. Á meðan Káa er ekki með örfænda skiptu. Bara. Hér kemur hann, sækir að hana, góðinn á línu, frábær sending og þetta Já, gal opna fyrir Daniel Orra. Flott kerfi hjá þeim. Daniel Óli Bjarkarsson jafnar metin í 2-2. Já, Gerði gett fullkonum. það gera það. Guldspjald á Harald Páll að gámunum. Ég er ekki viss þessi strákar séu vanir í að spila svona hálfana. Nei, Og við að geta kalla kerfið sín. gríðarleg stemning í höllinni, fullt af trommum og mikið klappað. Þetta er frábært. Koma gámen. Arnór, fer alltaf leið. Þetta er bara hárið. Ræðsvili fint á honum. Og guldspjald á Hákoninga. Guldspjald á Hákon. Leikmann með 14. Já, 14. Arnór alltaf sjálfur á punktinn. Það biður smá tíma ef þetta fengi eitthvað smá höggan á andlitið. Nei. Skora hann ykkur ekki. Tómas kom einhver vörður í markinu. Hér er fórsvöldur komin að aftur línuspil. Ísabolta. Á fríkast. Þeir eru leitað mikið í línu þess að greinlega fínt í að spila bolta. Já. Og mikið pláss fyrir aftan á það er fyrir sér að. Jón
Jónóli, opna fyrir, boltinn endar einhvern veginn. Hvílíkur maður, búið að vítakast. Glæsilega valja Bruno. Bruno með 2 frábærar markvörður og það síðan Þorvaldur Jónsson, nummer 2 hjá KA sem fekk spjald. Það Aron Ól Kristjánsson, bakkarasonurinn, skoðar það miklu öryggi. Þetta er 6 mínútur vinna að staðan 3-3. Koma komin. Þetta var alltaf í samt. Bæðilega flýtandi verka mikið, það eru búin að stoppa endurtekja það niður. Ég verð okkur ekki það fyrir baka, mér finnst þér ekkert mjög stressaðir, það er bara eins og það hef aldrei gert annað. Spila hörku sóknarleik, mætti kannski fá betri varnir. Það kom í 7 marka 6 mínútur við leikinn. Jónóli, sækir yfir Hákon. Svo þetta átt að bóta fljóðlegina, komið árás, út í vinstra hornið. Ríkast ænt. Leikur komin í gang aftur. Aron. Flotta fintu. Aron Ríkast. Glæsileg vörninga síður. Óli Einars er að spila stundum svona batsikt í Indiánum og stundum í framalega ekki. Þetta er annars skoti sem Andor verið, Þórsarni grimmar að frákasti. Matti Dalí er aðeins grimmar en ekki lítið. En Þórsarni er að þurfa frákastin er ágefni fyrir KA. Akkurat. Hér Þórsarni frá nýja sók, hann hendir rektalegin upp. Hann aftur var í bókna KA og fótur. Glæsilega Hávardsson. Og Aron kemur í áruna, færir niður á Jón. Jónóli, einstakverðina, lendur runningur. Réttu dómur. Koma KA minni setjubylgu. Andor, eini línusetningur. Lengra frá. Þórsarni kom aftur í sók, KA með fyrir mikið að flýta sig hana. Kemur Jónóli inn á miðuna, sækir Hákon yfir Aron. Aron myndir þetta skot og ball Bruno. Geggja mark. Það er 4-4. Frábær leikur Óli. Glæsilega sóknir og mikil þyrðir. Klárlega. Ég geti trúið að báðir þjálfararnir að þjálfarar beggja liða séu í og hvernig þið geta sett framtíðar. Samanlega því. Arnór kallar gerði. Spöður skiptur og KA Þorvaldur kemur í skiptuna og Ragnar niður horn. Ég gíska að Arnór fór að sækja hornamannina. Þarna kemur hornamanninn. Hornamarinn lyftir sér upp. Geggja mark. Þetta veit afvikisverðinu. Já, nákvæmlega, flott kerfi. Enn og aftur Óli með miðjan. Og Siggi tala við hann núna. En náttúrulega ekki eðlilega mikið að línum á vellinum reyndar. Já, það er mjög mikið að línum. Það er ekki auðvelt að Það vita er vitt að átta sig að hverju svo rétta. Þessi rauðaði fyrir körfubolta, þessi bláaði fyrir handbolta. Akkurat. Þetta er blá. blóð hérna blæðir úr haraldi leikmanni Já, það er bara hluti af nágrannarslag að sé smá blóð. Ekkert alvarlegt samt. Hann þarf að vera í nýja treyju. Já, pressónurinn kominn í rauða treyju. Nei, þarna gefur Jón Óli beint á Óla. Koma gáðamenn, staðan 5-4 fyrir gáða. Það var að Trausti Lúkas sem er kominn inn á línu og þannig að Haraldur skiptur treyju fullt af blóði. Já. Og gáðamenn stillir í kerfið, Róðið til að byrja með. Já. Óli leysir inn, Arnór í árás. Tómas þrjum að boltanum fram, hann er á stöðtur. Rakkinn á þessu. Þetta er tígrip á öppinn, hann missir boltanum hérna, tekur hann upp og tripplar. Það er tígrip. Þorsarar. Já. Jón Óli. Opna fyrir Daniel. Daniel fyrir inn, skyndir í stöngina. Gáðamenn á frákastinu. Mjög góð stimpil á Þórsaranna, Óli inn í horninu. Arnór opna aftarna fyrir. Aftur í stöng. Aftur þjálfari K.A. biður mín að sína mennum að róa hans leikinn. Já. Mjög hraður, við höfum alltaf undan hennar. Það er nákvæmlega Trausti Lúkas. Takk að Dópi færi skauti stöngina. Daniel líbúin að skauti stöngina hinn með hinn. Koma gáðamenn. Staðan 5-4 fyrir K.A. 10 mínútur búnar. Í fjórðarflokki er spila 25 mínútur. Það er bara korter eftir þessum hálfleik. Korter eftir að byrja hálfleik.
Glæsilega spilað. Kemur Káar tveggjamarka í fyrsta skiptið. Og Þórsara með hraðamiðju. 4-0 aðstofvörnina. Frábær sending en Já. það er Fannar vel að verða í verðinni. Og vörn. Yfir að Þórsararnir, Óli er að trubla á með þessu indjálarspili sínu. Algjörlega. Það er líka, hann er klókur grunna. Frábær fylla Arni. Það er fyrir gæst. Hann er klókur varnavarn Óli sem segir stundum er hann aggressífur, stundum er hann passífur. Akkurat. Það er erfitt fyrir sóknar með Þórs á hvað hann ætlar að gera. Þannig nú er hann passífur. Yfir Arni og inn á línu. Frábær sending. Já, brotið á Daniel. Bruno varði. Sjáum hann að opna svolítið línan hjá Káa þegar Þórs að leysa inn og er með 2 línur. Þórsararnir mjög duglegir að leysa inn líka. Já. Þeir kemur boltinn út í vinstra hornið. Kemur Árásinn. Já, hann kemur Hákon í loftið, opna fyrir hornið. Gal opna hægra hornið. Gal opnar og glæsileg markið sigur í Bergmann. Sveif hann að hátt til loft upp og sett hann í klófið. Já, mjög vel Og Bruno. 6-5 fyrir Káa. Káamenn. Káa sem alltaf slækja á Arnór gefur bendingum kerfi, einn vinstri sínist mér. Já. Opnarleysing. Kemur vinstra hornið á móti bolta. Og vel lesið. Já, Sigurði. Það sigur í Bergmann, aðeins og seitt. Það kemur Arnór í Árásina. Hann skýtur. Arnór er skotfastur með afbrigðum, setur hann rétt yfir óöppin. Koma Þórsara í seinni bylgju. Seini tilbaka. Já, Aron. Járás. Og þetta stilur Þórópi Jónsson boltanum. vel gert. Rísa heitt í hraðflötu. Og skora. Vel lesið á Þorvaldi Daða. 7-5 staðan. Arnór Ísak Hallsson með. Það er þetta ekki komið 4 af. 7 hjá Káa. Já, alltaf ekki. Þórsararnir fyllu upp. Kemur öndalega innleysing. Já, hérna kemur vinstri hafnarmaðurinn inn. Hann er leysir inn. Jón Óli missir hann. Eftir hann er matur. Þorvaldur er komið í bókina. 2 mínútur á Þorvald. Já, hann var búinn að fá gullspjald. Þetta er svona handbolta. Þetta er gullspjald en þetta eru Já, þetta er gull ekki 2. akkurat. Það er komið að hátta þessi siggi hafa komið. Já, og gæti hann ekki. Það var ekki aftur snúið. Fyrstu 2 mínútur hér í dag. Alveg örglega ekki að síðustu samt. Það er sem þar Haraldur bolli. Er að svara í slæðin komið hérna í aðra dreifu. Já, Númerslausar en það en við veitum hver hann er. já. Pappans var hörkulínum í gamla daga, Heimir Haraldsson. Hann opnaði aftur. Frábærlega opnað. Glæsilega opnað og ég verð að dást að Sigurði Bergmann fyrir það. Hann stekkur svo hátt og langt inn í teginn og opnar varlendi færi fyrir sér. Frábært að sjá svona hotna með svona unga með hennar stökkra. Eins og gormur. Eins og Gormur, ákveðin Guðjón Valur í honum. Nú eru Þórsararnir konið framar. Er við konið 5+1 Já, á Arnór sem hefur verið sterkast sóknum að Káa leiknum. klálega. Hér er það eitthvað kerfið komið í gang. Óli með Óli boltann. Nas. Já, Þetta er það fær ekki fríkast en já, Þórsara heikastið. eitthvað miskilningur á dómarunum. Siggi sá hann var þetta varmarinn og hann fær káingastið, það er bara rétt. Þetta er bara rétt, hérna frábært þetta tækni sem er komið með headsetinu á dómarunum. Já, Áður fyrir það hefði þetta verið kannski tveggjaninn töflufundur. já, samanlega því nú Hvað hefði gerst sko, þeir eru getur það bara, já, nú spjallaði bara saman um þetta. Koma Káamenn aftur. Á miðuna, hann kemur á rás og skora. Gott mark. Ragnar Sigurðsson. Þórsararnir ekki að mæta Títu Káamenn. Nei. Út. Aron og Jón Ólafur og Helga upp í vinstri horninu. Já, þeir nýta sér hérna liðsmunni Þórsararinn fyrir. Halldór Tryggvason ekki sáttu við sína varnamenn, einu fleiri og þeir fá opið skotinu miðjuvörninni, það er ekki gott. Árétt. Þá er það Káa sem styrkt upp í sókn, einu færið áfram. Hálfmynd eftir á næstu tímanum. Ragnar og Arnór. Klipping. Já, Tvöfald klipping hérna. Arnór kemur á það. yfir Óla, sem vinnur að fara í gegn og fær fríkast. Já, Fyrir að Káa sem hefur færið að spila samt með línum, þannig að það er svona, já, ekki allir sem gera það. sleppa hægra hóðamannum.
yfir þetta. Tómas las þennan. Þósararnir róa þetta. Káamaðurinn orðnir 7 aftur, já. Aron yfir á Jón Óla og þeir ennþá að opna hornin. Já, Jón Óli fyrir gæð, fær víti og gult spjald. Flott finta hjá honum hana. Gleymdi fótavinnunni hann í smástundar Ragnar Hólm. Kemur Aron á línuna. Bruno til varnar. Það gerir Aron Hólm. Hann setur hann geggjur skotækni yfir niður með hendina og setur hann upp í samskiptin. Þetta er betri úlið sko til Margo Meistarálsmaður. Já, algjörlega sammála því. Það var líka sjálfstöld í þetta og Ego. Stanley 8-8, Óli, þetta er frábært. Þetta er geggjaðileg. Fullölda fólki, 2 frábært handboltalið og allt í járnum. Allt í járnum. Býðum ekki meira. Þórsararnir bakka aftur niður. Já, spila bara 5 meir fleiri. Er það Ragnar upp í skotið og mark. Gríðarlegur skita. Já, þetta er ótrúlega auðvelt hjá Káa. Þeir bara lyfta sér upp á 9-10 metrum og setja inn nettið. Já. Og áfram koma Þórsararnir. Aron í Árás. Og hann opnast hægra megin. Bruno ver. Og Káa hann að frakastinu. Hákon, borðan í gegn með klikkaði. Já. En þetta var gott færi. Mjög gott færi. Smegði sér það milli 1 og 2. Káamenn fannir að vakna og fannir að taka sín frákost. Já. Það er mjög byrjandi að vera markmaður að fá ekki frákost á vörðinni. Algjörlega. En hann kom hann. Þannig að Káamenn geta komist aftur 2 mörgum yfir. Arnór á Harald Bolla og Haraldur yfir á Óla. Óli Árásina. Við erum snöggur á fótunum hann Óli. Já. Sonur Einar Sigtryggssonar. Já. Menntaskólakennara. Já, fríkast. Káamenn vilja fá vítakast. Já. Sævar dæmi fríkast. Þannig að Stefnin heldur áfram. Já. Setur í kerfi, það verið í skiptunni. Ragnar Hólm komin með hérna. Ragnar. Sækir Arnór. Já, Stöðsending. liður sending. Já, menn stökk á boltan að sjálfsögðu, svona átt að vera. Já. Endir komið ut hjá Við komin upp. Siggo Sævari. Þeir eiga þá einhverjar 5 eða 6 sendingar eftir áður en að leita um verið dæm. Akkurat. Það er mjög líklegt að Káamenn reynir núna langskott. Já, það er hægt að stillinga til. Ragnar Hólm. Óli. Ragnar. Orðgóttskotið. Já, Tómas er. Vörnin varða hreint og svo Tómas. Tómas Þórsararnir setur bylgju. Hákon. Aron. Aron sækir Óla. Aftur fiskar á boltan. Glæsilega að gera. Já. Það var slegið hérna aldrei á honum. Já. Róðið Daði með 2 fiska á bolta. Já. Þetta eru strákar sem kunna að lesa leikinn. Já. Það er engin tilvílun í þessu. Ákvæmlega. Og rétt hendur hægráðamaður. Þorvaldur. Spilar í báðum hópunum. En í hægráðamenn núna. Já. Káamenn geta aftur komið stemmingu yfir. Náðu ekki á hann. Arnór stillir upp í kerfi. Stillir Haraldi línumann upp. Stóra staðilegur Halli. Algjörlega. Erfitt að eiga við hann. Þannig að sjá, já, ekki dæmt. Já, full vasklega gengir hann að en ok. Vasklega framlöku á Haraldi. Já. Slapp með refsingum. Og Tómas Þórsarrar geta jafna leikinn enn á ný. 7,5 mínúti eftir. Tæplega að byrja á leik. Aron Hólm setur upp í kerfi. Jón Óli fyrir að vörnina. Já, geggjaskot. Frábært. Hann er eins og bróðir sinn, Arnór Þorri Þorsteinsson. Ríkala skotfartur. Stuttasækjara til bróður síns. Já. Sjá stóra bróður situr upp í stúku og fylgist með. Já, stoltur af litla bróður, meðan að mamma og pappi leika sér á skíðum í útlöndum. Sumi geta leikið sér, meðan aðri keppa. Það verður að Káamenn sem stillir upp í sóknina. Já, Stanley upp 9. Arnór. Skot sem Tómas. hann er og beitt í innkast. Já, ég er ekki vissum að Tómas hafi fatt að hann var þetta, hann fekk hann bara í hnið. Og geti jafnveg skilja sér far. Já. Á lærinu. Það er ljóst. Ragnar og Arnór inn á línu. Óli Blokk. Óli Blokker ringt enda á Harald Bolla. Það er stundum þannig ef þú er stór og sterkur að hafa þetta meira á þig. Það er bara svoleiðis. Tómas Þórsarrar getur komist yfir, er ekki verið mikið yfir í leiknum. Já,
bjarga þessu. Já, vel bjarga hana. Sigurður. Jón Ólafur. Frábær. Já, ekki dæmt. KM er komið sól. Já, auka kast. Þetta er Jón Ólafur. Já, Jón Ólafur var að reyna fiskareyning. Gerði kannski full mikið úr því. 9-9. 5 mínútur eftir af. Fyrir hálfleik. 9-9 staðan. KM í sók. Það var Óli Einars. Og Ragnar. Ragnar fittir á miðju. Ragnar er bróðir Þórunnar og Kristján Sigurbjörns barna. Kristján Örfend skipta á Akureyri á sínum tíma og Þórun Örfend skipta í Þór. Og Fannar Már Jónsson inn á horninu og skaut fram hjá. Og Lúkar Þórsson að komast yfir. Hann fór á óöppin, hann einhvern veginn hrasa á hann og fór inn og náði sér ekki upp í loft. Aron Horn skiptur á föðulegu tempói hann, hann var niðurleið þennan skaut. Skotið yfir. Bjóst sennilega við að fá meiri touch frá vörðinni. Já, reikna með því. Svolítið langt síðan að síðasta mark kom, 9-9. Já. Þórsson að jöfnu fyrir einhverjum 3-4 mínútur síðan. Og róast. Hessir, þetta er frábær leikmaður. Hann hikar ekki við að koma á vörnina og hamra á markið. 10-9. Skottfastur. Það er ekki að taka Þórsson lúmskerfi. Já, setja hægri skiptuna yfir. Það er þetta skiptan kemur, já. Lauma til öfum inn á völlin en þá var mér rétt ná að lesa þetta í takatýr. Sjáum að Auðun Ingi Valtýsson er komin að línunni á Þór. Elvar fær smá kvíl. Aron lyftir sér upp, opnar fyrir Auðun. Það var fær fríkast, það var ítt inn í teginn. Það lendi markið ekki gilt. Auðun Ingi Valtýsson. Biðjum áhorfendur að sýna þolinmæði, smá vesen á hljóðinu hjá okkur. Það er verið að reyna að kippa því í liðin. Já, vesen á hljóðinu ef að við veitum ekkert hvort það heyrist í okkur eða ekki en við höldum bara áfram. Já. Þórsson að opna hornið. Sæðan að tapja í víti eftir smá umhugsun. Það er frekar, ég ætla bara að segja hreint út, það er frekar fyndið að stúkunni vinstra megin stráka í gráum peysum sem að eru í akkur handboltafélag og akkurat hinum megin í stúkunni höfum við stráka í akkurat peysum. Það var gríðarlega öruglega vitulunni. Bræður og frændur að keppa í sikurlið. Það eru mikið af hvítum og rauðum treyjum og gulum og bláum og svo eru nokkri gráir sem eru svona hlutlausir. Það ætla að reyna að vera hlutlausir. Eins og að segja vini og frændur og bræður í liðanum. 10-10. 4 mínútur eftir, Arnór. Þórsson var aðeins að taka þau saman í vörninni, var hann að berja henn frá sér. Þórsson var ekki fengið 2 mínútur en þá ekki mikið að gulum. Arnór aftur. Það er ekki. Þetta var vildi fá fríkast þarna en fekk ekki neitt. Kemur Hákon á ferðinni. Það er fríkast. Nú er þetta að vera svona pínu skynstiminn aðeins að detta úr spilinu á báðum. Koma ótímabær skot og sóknirnar allt og stuttar. Akkurat. Það styttist í hálfleikinn. Þórsson ekki komist yfir í fyrsta skipti í leiknum, ekki? Ég held það alveg örgulega. Já, það kemur og skot hérna þar fram hjá. Jón Ólafur skot fram hjá. 2 mínútur eftir að byrja á leik. Menn róa þetta aðeins niður. Jón Heiðar þegar var ekki á að gera sér líklega til að taka leiklega. Hann veit að þetta snýst. Hann fór annað áræðis í þjálfun og fór líka í höllina í fyrra. Ótrúlega árangur á þessum unga og efnilega þjálfara. Þetta er ávísin úrstæðleik. Algjörlega. Jón Heiðar. Og hérna Óli sækir á Ragnar. Fyrir upp. Stoppaður. Hann er okkar Óskar Bjarni okkar Akureyringa. Þannig Jón Heiðar. Káar fær fríkast að tekur leiklíðun leið. Það er 1,5 mínútur eftir. Siggi veit eitthvað. Siggi er að tala þarna við Harald og Jón Óla eða ekki. Ekki fyrsta skipti sem messaði Haraldi bolla. Mamma sem síðan það hingað til. Þannig að Káar tók leiklið, það er rétt rúmlega mínútur eftir. Óli, við getum ekki beðið meira. 10-10, frábær leikur. Gjörsamlega geggjað. Og ég veit ekki, ég held að ég sé alveg sveitt en margir
Alveg klálega og ég verði líka að hrósa öllum þessum áhorfendum sem eru mættir í húsi. Það er gríðarleg stemning í húsinu. Ég vona að skili sér í gegnum veraldarvefinn í pínu lýsinguna en það er svakaleg stemning í húsinu. Svakaleg stemning. Ef ég maður rétt að taka, það eru held ég 620 stólar ef ég maður rétt. Þarna fyrir ofan, ef við reynum að styrka eitthvað út frá því Óli. Þú byggði húsi gerði það ekki þannig að... Ég byggði húsi á samt vinnum mínum, ég held að séu, ég ætla að segja að séu 850 í húsinu. Já, það er ekki langt frá Það getur vel verið að ég sé way off. Mjög talnaflöku maður. Já, ég hef verið það hingað til. Það er KMS sem er í sókn og einhvern mynd eftir. Sjáum að bæjarstjórinn sittur hana á þetta aðra fremsta bekk, lengstu vinstri. Við hægri hornamann Þórs. Hann mun vantar að afhenda byggarinn hér eftir, finnst mér líklegt. Já, hann og Hjalti Reynsson stjórnarmaður KSÍ. Já, einu hálfmynd eftir, 10-10, KS og Þór endaði sinni 6-0 vörð. Glættu Harald Bóttir á línunni. Óli kemur í árás og... Jó, hamrar hann skeitinn inn á næstöngina. Tók hann að geggja hans snúning. Já, og hamrar hann með skeitinn. Þannig að það er mínúta eftir Þór í sókn. Nú er spurning hvort við fáum ekki leikleik á Þór líka til að leggja hann á fyrir lokasóknina. Já. Spurning hvort við náum spiltíman er að mínúta eftir. Það held ég ekki. Nútíma handbolti býður ekki upp á mínútulanga sóknir. Akkurat, Arnór Brytjón. Ákvað, já. Ákvað var ríkast. Laumar hann inn á auðun en broti á auðunni. Nú svo halda áfram með 2 línum. Já, spila 4-2. Aron kemur og sækir boltan. Óli Einars fylgir honum eins og skugginn. En opnar fyrir hotnið og hann ákvæða eins og á hann. Nú fara sennilega 2 mínútur. Já. Já. Og tíminn stopp, þannig að það eru káar sem muni að loka sóknina. Já. Hann ljópar aðeins inn í hann í annað skipti. Þetta er annarkvæmt vítþörrinningur, ekki þar á milli. Hann var aðeins að setja ljóp inn í hann. Akkurat. Hann á punkturinn gegn Bruno. Og nú skora Aron. Heppinn hann Aron setur hann í hendina á markmannunum heim. Bruno óöfn að taka þetta ekki. 20 sekundar eftir. Kemur Boltan niður í hornið. Já, líklega loka sóknin. Þórstar að koma fram að þeir eru einu fleiri. Aron Holm spilar Indíána. 12 sekundar, já. Það var spilað. Það er eitthvað kerfið að fara í gang. Nú er það klokkt og Þórstar að brjóta og stoppa kerfið. Kemur Ragnar í árásina. Hann á fríkastinu, já. Ná fríkastinu. Það er eiga fríkastu að búið. Við hefum oft, kannski ekki oft, en við sjáum alltaf reglulega að skora úr fríkastu eftir leiktíminni liðins. Á þann daginn upp í Káa heimili er að Róbert hamrar hann í hotnið á móti Val. Heldur betur. Alveg neðstir í hotni. Nú er Arnór gegn Varnar Mór. Órannilega Varnar Mór. Ég myndi ekki til að standa þetta í vegnu samt. Fínt tilraunir framjá. 11 hálfleikir. Við getum ekki verið það. Þetta er frábært. Þetta er geggjaður leikur og ég held að setni hálfleikur verði svipaðar og ég myndi ekki missa högguna í gólfið þó að það ekki framlíking góli. Nákvæmlega og ég og þú við verðum heila bara að taka upp pásu fækka fötum. Við byrjum fólk að halda áfram að horfa. Sjáum til nokkrum myndum.
Allir gera hart og skart, gómum síðan boltan af gömlum sið og gerum alveg drumum að. Upp í stúku allir stappa, standa upp og klappi senn. Bæjarstjórinn reynir að rappa og rokka fyrir sína menn. Akureyri, Akureyri, handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Akureyri, Akureyri, handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Akureyri, Akureyri, já handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Akureyri, Akureyri, handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Upp á pöllum öll svo öskrum við, allir gera hart og skart, gómum síðan bolt. Já, áhorfendur góðir, síðari hálfleikurinn að fara að hefjast. Liðin eru að gera sér klár fyrir leikinn. Staðan 11-11. Geir, þú vilt kannski renna yfir markaskorarana? Já. Þetta er þannig að hjá K.A. byrjum með markmönnunum og Kristján Páll með, hjá Þórsvörunum var Tómas með 7 skot varinn. K.A. Bruno með 5 skot. Markaðastýra Þóri Aron Hólm Kristjánsson með 4 mörk, þau eru öll úr vítum. Svo komaði Daniel Orri, Hákon Ingi, Sigurður Bergmann Alli með 2 mörk og Jón Óli með 1. Það K.A. eins og ég segi, Bruno með 5 skot varinn. Markaðastur þeirra er Arnór Ísak með 5 mörk, þar af 1 úr víti. Svo er Óli Einars með 3, Ragnar Hólm með 2 og Þorvaldur Daði með 1. Það er athyglisvert að skoða að Þórsararnir eru bara búin að fá 1 áminningu og enga 2 mínútur. Ég meina K.A.-menn eru með 3 áminningar og 22 mínútur. Þetta getur verið dýrt. Það getur verið dýrt líka, en það er líka spurning hvort þeir eru aggressívari. Vörnin hjá Þóri hefur ekki verið að smetla alveg nógu vel. Akkurat. Það ætti verið aggressívari og ég ímynda mér að þjálfararnir vilja alveg fá 1-2 gul allavega á jafnvel 2 mínútur til að sína menn sig að berja hans frá sér. Nákvæmlega. Hver hefur vonað seinni hálfleik? Bara sömu gleði ekki með fyrir? Ég held að þetta endi bara 22-22 og þetta verður bara áfram
sama baráttan og sama jafnræðið og þetta bara, það er eitthvað smáatrið sem ræður úrslitum. Það er bara svoleiðis. Við skulum vona allra vegna að það er ekki frá hlutuleikurunum Sævar og Sigga. Það er ekki séns. Það er ekki séns. fræðilegur, þeir eru alveg með þetta. Hoknir að reynslu, Sævar sem leikmaður og Siggi sem dómari og það er engin hætt af því. Nákvæmlega, við bara bjóðum fólki að hækka vel í viðtækjunum og njóta þess að sjá hérna 25 mínútur á seinni hálfleiknum. Algjörlega. Þetta verður geggjað. Það er reyndar erfitt að sætta sig við að einhver sé að horfa á hann að leika á netinu ef hann er á Akureyri. Þeir eru vel að koma hingað í húsi og horfa á seinni hálfleik. Sammála því. Ég geti fyrirgefið öðrum sem eru út í heimi eða fyrir sunnan eða hvað sem er á landinu eða eru ekki á Akureyri. Þeir með að horfa á Akureyri en við viljum fá hina hérna í höllina. Það er bara svoleiðis. Ég held að séu 3 hálfleikar framundan. Seinni hálfleikur og svo framlenging. Það geti nefnilega verið. Það er í boði nánast jafnt á öllum tölum. Algjörlega. Þórsararnir byrja í sókn, geta komist yfir í fyrsta skipti í leiknum. Ég held að munurinn mest farið í 2 mörk. Það er K.A. fór yfir 8-6. Annars hefur þetta verið 8 í átnum og Þórsarar alltaf verið 8 en alltaf náða að jafna. Það er beðið eftir ritturunum. Maggi Sigurúla og Bibbi. Þeir hafa verið lengri kaffetíminn hinnir. Það er ekki nema 950 manns að bíða eftir þeim. Þetta er allt í lagi, þetta eru þessi tveir. Já. Þeir koma hérna röltandi. Bibbi með sneisafullt vatnsglas og Maggi Sigurúla með Coffee Black. Og signatúrið hálsinn, skegluguna. Æðislegur. Engin flottari. Þá er allt í reiðu. Áhorfendur tínast inn í salinn aftur. Sverre András Jakobsson kominn á fremsta bekk meðal áhorfenda. Meistaraflokksþjálfari Akureyrar handboltafélags að skoða framtíðina. Algjörlega. Það er áhugavert. Kannski sést vel að því að K.A. er að fá gul og þærmyndir og Þórsararnir fá mikið af vítum. Og Jón Óli og Aron sem eru frábæri leikmenn báðir eru aðeins konum með 1 mark saman úr opnum leik og Jón Óli skoraði á hann. Þannig að þeir eiga helling inn í sóknarlega. Þessi tveir. Sama gildur Hákon Inga, hann er komið 2 mörk. Þá koma Þórsararnir. En það eru Sigurður og Hákon sem byrja hægra megin, Aron á miðinni, Jón Ólafur og Daniel í horninu. Og Auðun á línum. Tómas áfram í markinu. Hjá Þór. Kemur línumaðurinn út. Auðun var fríkast, brotið á honum. Fín vörð hjá K.A. en línuspili og Þórsararnir gott. Það er búið að vera fínt í leiknum. Kemur Aron. Þórsarar er einu fleiri í mínútu viðbót. Fannar Jónsson fekk 2 mynda bótsinu á K.A. Hér kemur Kerfi. Þórsarar að nýta sér liðsmuninn og opna vörðina. Bara er í 4-2. Jón Óli með skot sem er varið. Og hendinn er uppi. Þeir verið að vera snöggir núna. Aron kemur væntanlega beint í skotið bara eða hvað, nei. Kemur Hákon. Það er fríkast. Nú eru konar sennilega 4 sendingar. Hugsa. Það er kannski 2 eftir. 5, 6. Það er að skjóta. Skerið það. Og Bruno er. Það var að skjóta drengurinn. Gengur illa að Þórsarum að komast yfir. Frábær vörð hjá K.A. einum færið hana. Mjög svo. Þá er það K.A. sem komið svo. Væntanlega að taka sér tíma í þetta. Haraldur Bolli byrja að hægra horninu. Kemur væntanlega með leysinguna línuna. Leif og Fannar kemur inn á. Nú kemur K.A. með fullskipa línuna. Fannar hleypur yfir hægra horni, Hallin á línu. Arnór Ísak á miðunni. Kemur Kerfið. Ragnar. Og kemur upp í skotið. Og hær stöngin. Og Fannar reynir að vippa yfir Tómasi, étur hann hreinlega. Þetta var ekki samfærandi. Hann hafði einhvern veginn ekki trú á að var upp yfir hann. Nei. Á koma Þórsararnir. Hákon, Aron. Jón Óli. Lendi hérna satt hann í honum að sleppum með það. Staðan er 11-11, markalaust í síðari hálfleik. 2 mínútur búnar. K.A. spilar ennþá með Ólaf fyrir framann í svona indjána. Það vantar aðeins meira ákveðni í það. Hákon fer hann á Harald Bolla. Aron, Jón Óli. Smá misskilningur hann á Aron og Jóni. Aron kemur í árásina yfir Hákon sem reynir að finna línusendinguna, gengur ekki. Þá er að spanda vörðin alveg gríðarlega vel núna. Haraldur Bolli sem kom með þó nokkuð mörg brotin þríkust í leiknum. En eitt. Hérna gett hann. Hendinu komin upp. Önnur sóknur röð sem Þórsararnir var hendinu upp. Vandræðilegur sóknarleikur af Þór.
Óli móti Aroni. Aron fer Óla. Opna hægra hornið. Sigurðurinn. Frábærlega klára. Þetta er rosa góð leikmaður. Ofsalega góð handboltamaður. Þórsara komið yfir í fyrsta skipti. Það er Arnór Ísak. Jafna fyrir Káa. Arnór hefur engan áhuga að vera undir. Veður hann að 1-6. Og brýtur svo á Aroni. Brýtur svo á Aroni og fær 2 mínútur. Þetta var klauðalegt. Bauð upp á þetta. Já. En við viljum sjá svona passjón hjá leikmönnum, Óli. Klárlega, þetta var... Fer 1-0 Þórshöllinni, hamrar hann í mittið og tekur sprettin tilbaka og brýtur á sér. Já. Þetta er aðdáunarvert. Það eru Þórsararnir aftur einu fleiri, þriðja skipti í leiknum. Já, þeir hafa ekki nýtt sér að sérstaklega líka til. Kemur línusending. Auður fær vítakast. Sótti þetta víti vel. Þórsarar í stúkunni biðum 2 mínútur. 5. víti Þórs í leiknum ef ég er að telja rétt. Aron búinn að skora úr hinum 4. Sjáum að félagar hans fara bara í vörnina. Þeir vita að það verður ekkert frákast. Skýtur í slána. Svo bregðast Krossdress sem önnur. Það var að Káamenn sem kom í sók. Einum færri. Nánast hægt að segja eins og venjulega. Já, akkurat. Ragnar. Óli er á miðinu núna þegar Arnór er í brottvísun. Já. Ragnar fær boltan, Óli setur upp í kerfi, Haraldur bolti, hann getur alveg skotið fyrir utan. Stór og sterkur, Óli í snúningi sinn. Fær frí kast. Erfitt að verða þessu snúningi, hann gerir hann svo hratt. Já, hann er svo gríðarlega snöggur á löpunum. Aftur kemur kerfið, Ragnar nær einum og kemur skotið. Haraldur bolti með frákasti og mér línadæmt. En Tómas varði hvort sem er. Tómas er heitur. Varði þetta 2 skot í röð. Þórsarar við það að missa boltan. Daniel fær fríkast. Daniel Orri Bjarkarsson í vinstra horninu. Aron. Hákon opp, reyndar opp á hornið. Aron opp á hornið. Frábær leikskilningur hana. Já, Aron með skot í slána. Fannst hann fór í slána sennilega, mér hreinda fannst hann hérna frá sér fara í efra netið. En hann Siggi dæmdi innkast sem að Káa á. Þannig að þeir komið svo 5 sekúndur eftir refstímanum. Þetta er Káa með fullskipa lið. Bara 5 mínútur búnar að setja áleik og bara komin sikkort marki á liðu. Þórsar ekkert að naga sig handarbökinn en nýta ekki betur að vera einu fleiri. Akkurat. Og hér er það Káa með stillu upp með fullskipa lið. Arnór á miðinni. Ragnar. Arnór. Finnur Harald boltaði, reynir að finna að Þórsararnir komast inn á milli. Þetta fannst mér bara að vera opnið fyrir hann. Tómas er að þrjuma boltanum fram. Fann enga leikmann. Kemur Hákon opni. Leiðileg sending. Þórsararnir missa boltan. Það er spurning hvort þetta spennustig sem okkur fannst vera svo gott innan í upphafið leiks að bara að segja til sér núna. Það er svo að sé að koma inn núna fullur krafti. Aðeins 1 mark að hvoru liði síðar áleik á tæpum 6 mínútum. Eftir 6 mínútur í fyrirháleik á staðan 4-4. Já, akkurat. Hérna kemur það Ragnar og Arnór og hann fer upp eða hvað? Já, óverjandi. Hörkuskot. Og það komaði Þórsararnir hratt á móti, Jón Ólafur inn á línu, það er brotið, hárréttur dómur. Já, Siggi þrastar ekki sáttur við þessu vörn. Nei, reifi treyjuna á augunni hann. Leikur Arnór aftur út af, hann er komin á hættusvæði. Já, komið 2 tvær. Nú þarf hann að geta sín, Káa má ekki missa Arnór út. Frábær sóknarmaður og varnarmaður. Klárlega. Það gerir Þórsarar einu fleiri enn einu sinni. Aron, Hákon, Auðun kemur út og kemur opnar þar fyrir Jón. Jón Óli loftið. Brúnóver og Káa róar. Staðan 13-12 fyrir Káa. Káa getur komist 2 yfir, 1 færri. Ragnar og Óli, Haraldur, Óli, Ragnar. Ekkert í gangi á Káa núna. Rán kemur á það, flotta fyrstu. Horfði svolítið mikið til hliðan, hann kann bara í gegn sjálfur og alltaf að leita samherja. Heiðist að koma frá þjálfurinn og líka Raggi og kominn í gegn. Það er spurning hvað gerist núna að Þórsararnir biður hendinu upp, Káa búinn að vera líka. Mínútu eftir af refsutímanum. Ragnar Hól. Það er glæsilega gert. Glæsilega gert.
Þórsar er ekki að höndla að verðinu fleiri, hvorki vörn sókn. Aron, Jón Ólafur út í horni, hættið að fara inn. Þórsararnir vilja fá upp í færi núna, einu fleiri er Aron sem Bruno er. Auður nær frákastinu. Gott hjá Auðun að ná frákastinu, hann klokkur. Bruno var að þetta í gýri líka, bara flottur í seinni hálfleik. Báði markmennir reyndar. Auðun í gegn. Og skorar. Bruno ver hann inn, óöfni Bruno. Heppinn Auðun. Þannig að loksins nýttuður að sér vel að vera einu fleiri, opnuðu vörðina. Það er KFS sem kom í sókn. 8 sekundur eftir refsitímanum. Já, spila hann bara rólega inn á. Skynsami strákar. Óli, Ragnar. Leitar á skotinu. Finnur Óla hinum með sem verið í gegn. Og frábær markvarsla. Fríkast. Já. Arnór Ísak ekki sáttur. Fannst þetta bara að vera barátt boltan. Já, gerðist hratt þarna, svo er flaut á rittaraborðinu. Já, Siggi matað þannig að Hákon Ingi væri komið með boltan. Já. Það er spurning hvað, það er ekki leikli. Þjálfararnir kveiki húsinu. Geggjuð stemning. Alltaf þetta vitlaust í húsinu. Þetta er geggjagir! Þetta er geðvegt! Það er að freista þess að jafna með til, Siggi stoppa leikinn. Já, hann er búinn Aftur er hann að biðja Harald Bolla og núna Daniel að passa sig. Þórsar geta jafna og það er jafnmargirinn á. Þórsar að spila 4-2 núna. Hákon veður bara á hann, þetta var óskynsamlegt, fær innkasti heppinn. Bruno er að verja mjög vel í seinni hálfleik. Bruno er mjög heitur í seinni hálfleik, flottur. Ára, Jón Ólafur og Aron. Finnur Hákon hérna, mikið pláss hægri vagnum. Leita línusendingunni. Herru, þetta var fyrirlegt. Já, ég held að Kámar væri komið með boltan. Já, boltanum en Auðun bara reif hann á hann. Já. Það er kominn löng sókn og þó núna, hendinn stýttist ekki í hana. Það gerir Aron. Þeir opna horninu, Hákon. Yfir að Jón Óla. Já, þetta er vandræðari sókn en Kámar ná boltanum. Jó. Þannig að við þið skrið. Frábær markvarsla! Þetta er markmaður sýning í seinni hálfleik á báðum liðum. Bruno og Tómas geggjaðir báðir. Þór vildi bæði fá Svend að skref og tígripa rafra fyrir að kála. En Tómas reddaði þessu bara. Algjörlega. Ekkert vær. Ég segir að þakkið er að fara af húsinu. Við heyrum ekkert í hvor öðrum að leiktina. Arnór í gegn. Arnór með geggjað fyndu. Og fær vítakasti. Árétti dómur. Bíður 2 mínútur. En Þórsararnir eru greinilega ekki jafn fastir fyrir fastir og káa. Það er ekki að fá refsingarnar. Eitt gult spjald. Það er spurning hvort að með við stöðunni leiknum hvort að Sævar og Siggi fari beint í 2 eða í næsta gula spjald. Það er spurning. Arnór skorar örglega, kemur káa að tveggja marka fórustu. Kort er eftir. Við minnum á að þetta eru 50 mínútur þessi leikur. Jón Óli lappar í gegn. Hrjónar sig í gegn með skýtur í stöngina. Þeir eru aldrei hrættið við Bruno í markinu. Bruno skipt treyju hálfleik, var í blárri síðar með hálfleik, er komin í núna. Laut eitthvað að vera. Arnór með skot. Frábær markvarsla. Arnór með skot á ljósraða en Tómas varði þetta glæsilega. Markmennir verður að hyrða hana leik. Já, og Tómas. Aron, það fríkast. Þórsararnir verða að fara að fá mörk frá Aron í sókninni, öðru seldur nú vítum. Nú fáum við sennilega spjald á bekkinu á KA, voru ósátti við, vildum meina að þetta væri sama, hafði gert þetta hinum megin. Já, ég sammálaði því, mér fannst þetta ekki vera að fríkast með að við línulega í leiknum. En þetta bjargaði Tómas sennilega bara svo sálfræðilegt, þegar enda 2 marka munur, KA hefði getað komið sér 3 í fyrsta skipti í leiknum. Í staði getað Þórsararnir minnkað 1-0 og haldið skref þetta Hákon. Þjálfarar Þórs ekki sáttir. Þjálfaraliðin að skiptast á að æsa sig. Já, enda nú er náttúrulega minna eftir og spennan meiri. Já, nú eru hver mistök dýrmætt. Já. Þórsarar bara búin að skora 2 mörk í seinni hálfleik á 11 mínútum. Bruno búin að loka rammanum. Arnór stýttur upp í kerfi hægra megin.
Óli á Arnór, Arnór finnur Haraldbolla. Já, þetta var flott kerfi það. Já, en línusettir þetta K hafi ekki verið að skila neitt allt og miklu en þá. Nei. Ragnar, upp, framhjá. Framhjá. Já, mistökunum var aðeins að fjölga núna og mennandi þreyttir. Fór að gríðarlega hraði í þessu leik. Já, og líka bæði liðin búin að spila mikið á sömu mönnunum. Við nú annar fyrir Aron Hólm framhjá Ólas, hvað fríkast. Það er búið að vera lítið skiptingar. Búið að vera hérna mikið að sömu álaga sömu menn, þannig að menn er fattar að sjá Þór er búið að nota, ef ég tel rétt, 7 sóknarmenn. Já. Og Káa sennilega sama, 8 kannski. Já. Káa lendi í rauninni eina kannski skiptingin. Þetta var fyrirlegt, þeir missa boltarinn að lunna. Daniel leist yfir á fjær. Hákon fekk sendinguna, missi boltan en beiti hendurnar á Daniel. Þetta mark telja mikið inn. Algjörlega, og mjög mikið til Þórsara nálar sér að skora að minga munin í 1 mark. Eins markmunur. Arnór þjálfari Þór hvetur áhörnundar áfram, það er geggjaður háaði hérna. Já. Það er Ragnar með Haraldbolla með sér, Arnór leitar að skotinu eða hvað, nei, finnur Óla. Ragnar upp í loftið, út í horn, Fannar og núna við bara. Viðbar yfir Tómas. Rétt heldur hægri hóndamaður. Þórsarar aðeins og bráðir á sér. Káa konið 2 mörgum yfir aftur. Sýndist bróðir að brosa þarna í stúkunni, Garðar, hægri hóndamaður sjálfur. Algjörlega. Aðra Þórsarar niður, Jón Ólafur. Yfir hægra megin er allt opið. Aron sækir og Jón Ólafur út í horni. Opna fyrir Daniel. Daniel með mark. 2 mörk í röð hjá Daniel. Hann ætlar að stíga upp. Já. Daniel Orri Bjarkarsson með 2 mörk í röð. Minga munin aftur í 1 mark. Það gerði gáðamenn núna. Ragnar. Arnór. Stilli upp í eitthvað kerfi, rólegt yfir núna, enginn að flýta sér. Kemur Fannar inn á línuna, hægri hóndamaður leysir á móti. Arnór, þrjumur skot sem Tómas ver. Já, Tómas náði heila ekki að forða sér. Hann kemur inn í boltageðsláttalið. Og óvinnu slagt skot frá Arnóri, svona beint á Tómas. Það geta Þórsara í jafnarleikinn. En fast var það, Óli. já, sennilega fastar en bæði ég og þú einhvern tíma nokkað verið. Já, ég hugsa það. Já, það er að Þórsararnir sem geta jafnað mittinn. Já, Aron vill að Hákon leysi inn sem hann gerir. Hann er að fyrir Jón Ólafna. Daniel fyrsta sig í gegn, missir boltan, fær ekkert. Káamann eiga boltan. Daniel vildi meina að það hefði verið brotið á sér. Já, kemur Ragnar. Arnór, lík orka í þessu dreng. Já, Hann ætla sér að lyfta byggarnum hérna eftir þessi drengur. klárlega. 100% inn í þessu. Já, Gefið sér allan í þetta. markma í fótbolta þessi strákur líka. Já, Hann er með skuttlunar á hreinu. algjörlega. Þá kemur kerfið með heyrist að kalla Júki vinstri. Já, passar. Halda boltanum. Leppur við að fara í fótinn. Arnór og þetta er inni. Þetta er ástæða fyrir að setja upp Júka. Hann vildi fá hann 1-1 þetta vinstra megin. Akkurat. Vel gert. Það var Aron. Triplar að, finnur línum en frábærlega gert. Auður. Nú koma mörkin á færi bandi. Og svo er að minka aftur í 1 mark. Auðun hefur komið flott inn að leik, kom inn á línuna þegar það var 15 mínútur búnar eða svo og spilað gríðarlega vel. Já. Einsmarksmunur, 10 mínútur eftir. Káamenn stilla róla upp í sók. Ragnar og Arnór. Arnór og Óla. Bolti fær að ganga hérna mann á milli. Kemur Júka fæslan aftur. Já. Sjá, þeir eru að draga bara frá, þetta Harald bolla hægra meginn, draga frá til að opna fyrir það. Missetur sending. Nú er þreytan fann að setja í sinn. En Ragnar Ragnar stelur stelur boltanum bara eins og kúruboltamaður. Klókur hann að Ragnar. Daniel sá ekkert markið þarna. Þannig að Káa fær annan séns að komast 2 mörkum yfir. Algjörlega. Það kemur kerfi 2 hægri sínus mér. Leysir Óli inn.
Óli Einars, leysinn á línu. Arnór í gegn, reynir að láta hann detta fyrir Óla. Aron eitt að skref, ég held að hann ekki verið skref. Já. Fríkast bara réttu dómur. Ragnar. Hólm. Hoppar Tómas. Læsilegt marki Arnór Ísak. Að koma þó svolítið hratt Aron. Og skorar. Þvílíkur hraði í þessu núna. Mörguna faribandi. Hann hefði Aron Hólm á 2 mínútur á Arnór. Ekki. Það er eins og sjóskriður regla ef annar liður skora og verður hitt að gera það líka. Algjörlega svoleiðis. Sjáum að Arnór er að draga vagnir fyrir KA í augnablikinu. Já. Endar flestar sóknir núna. Ragnar Hólm, Arnór. Óli. Kemur leysing á vinstra horninu, Ragnar sækir inn á miðjuna. Skot í stöngina. Það er erfitt skot. Að fá fótinn. Fótur. Heppni hann að Káa skildi fá fótinn. Skot í stöngina. Ragnar. Arnór með plás. Nýtir sér það vel. Skrefinn. Já, Sævarinn minn hafi verið búið með skrefinn áður en hann fór í vítaðakast, annars hefði ekki viti. Arnór liggur eftir. Sævarinn minn hann hefði verið búið með ómög skref þegar hann komst á 6 metrana. Og þess vegna fara hann bara fríkast en ekki vítakast. Jón Heiðar, þjálfari, labbar inn á Poddur-Ólegur. Já. Og Bjössi slanga síns með líka. Já, ég ætla að vekja athygli á því að þessi frammistaða hjá Tómasi og Bruno, hún er engin tilviljun, þess að bæði félögin leggja mikinn metnað í markmannsþjálfun. Hörður Flóki sér þjálfunina hjá KA og Björn Björnsson, Bjössi slanga sér þjálfunina hjá Þór. Og ég veit að það er mikil ánægja með þeirra störf og það hefur menn hafa haft áhyggjur að það vanti markmenn sem koma frá Akureyri en það eru margir á leiðinni núna. Klárlega. Það er náttúrulega þetta segir bara að fá réttu þjálfunina. Hrósti félagana fyrir að standa að þessari þjálfun. Alveg klárlega. Bruno hefur verið með, ég veit ekki með Tómas, það ekki að verið nógu vel en Bruno hefur verið í landsliðsúrtökum og undanförnu. Koma gáðamenn, freista þess að komast 2 mörkum yfir. Nú verða löng sókn. Nú ver Tómas frá Arnóri. Lína dæmt á Káa að aukast. Haraldur breytir með sér, Tómas með enn eitt varðskot og Bjössi lætur hann heyra að þjánaði með hann. Aron. Aron er að vera miklu aggressífur heldur en hann var í byrjálið. Já. Það spurði hvort að reglan sem við tölum áðan að annar lið þá skora svo higgir að hvort þú ósar að ná að brjóta þessa regluna. Akkurat. Það eru 7 mínútur eftir. Jón Óli opna fyrir Daniel. Daniel fyrir með hotninu, setur hann í Bruno. Markmennir virðast þetta ráða úrslitum í þessu leik. Engin spurning, Bruno fekk hann í enni fekk hann í andliti en hann jafnar sig að því Sævar spjallaði við hann. Kemur Óliver inn í hægra hornið, Óliver Ísak Ólason hjá Káa. Arnór fær smá hvíld, mikið búið að mæða á honum. Algjörlega. Það er ekkert grín fyrir það sem þekkja það ekki að vera alltaf í kontakt, það er alltaf verið að brjóta þegar þú að brjóta einhverjum. Já, þetta er líka bara eigan inni í styrstu mínútonum. Já, Óli með skot. Óli með skot, og satt ekki að loka til. Já. Tómas. Þarna var Sigurður Bergmann aðleið frammi en þó svo að þeir lögðu ekki að senda hann. Hákon fer á... Ekki dæmt. Nei. Já, þetta fannst mér nú vera brot. Ópinn með skotið. Þó sáhorfandurnir stóðu að fæta raddina með einn. Það er því Jóhann Geir Sævarsson. Þau voru ekki ánægðir með hann. En Jói fór ekki að skamma pabba sinn. Algjörlega. Í kemur Káa Óli á miðunni, Fannar hægri skiptunni, Raggi núna. Ragnar Hólm sækir hann á miðuna. Raggi fór ágæðin í gegn. Og skorar. Skemmtilega gert. Hefði fikið víti, hann hefði klikkað. En fengi ekki. Þannig að nú kemur margt á Þóri þegar reglan er. Skot í stöng. Skot í stöng. Káa róa niður. Já, 5,5 mínúti eftir. Nú er hvert mark gríðarlega dýrmætt. Já, nú skiptir hvert mark máli. Meira en kannski nokkur sem fyrir leiknum. Já, Þórsson að fara í 5-1 mörg. Aron fyrir framann, Greiðar er búin að sjá hvað er fókus, spurning hvort það geti ekki náð að stýra Kámanum eitthvað. Ragnar, og þegar Ragnar kemur svo að ná að til þetta dauðafæra skýtur í stöngina. Þórsson, Aron er eitt frammi, léleg sending á hann, hann nær þessu, Aron fyrir í gegn. Bruno við! Vítakast og 2 mínútur á Óla Einars. Þarna var Aron heppinn. Já. Léleg sending fram á aftan hann er rétt ná honum og
En náði sér í vítakast. Nú reynir á taugarnar hjá Aroni Hól. Aron á punktinn. Kristján Babba svo aldrei sterkur á taugunum. Hann klúraði síðast þess lána, spurning hvað hann gerir núna. Þá setur hann yfir hausinn á Bruno. Þvílíkur leikur. K1 færri, 5 mínútur eftir. K1 marki yfir. Þetta er bara eins og í gamla daga meistaraflokk í höllinni Óli. Þór og K1 allt vitlaust. Þetta er geggjað. Það er stórkvöld, þetta er þessi leikur, hann er farinn í Suðurbækkunar. Já, ég spáði 22, það geti alveg ræst aðeins þá. Já. Hér er Arnór kominn inn á aftur. Óli náttúrulega í kælingu, Ragnar kominn inn fyrir punta. Aftur á stöngin. Já, Fossar að fara ekki hræðablöfið. Óheppinn Ragnar og hann tveir rauði stöngina. Algjörlega. Aron opnar fyrir Auðun í gegn og skorar jafna leikinn. Þetta er alvöru leikur. Þvílíkur leikur, 4 mínútur eftir rúmar 19. Nú fyrir að taugarnar að halda. Það er að kvikna í stúkunni. Þetta er geggjað að vera hérna bara. Ég er með gæsahóð, ekki? Þá var einu færri 1 mínútu eftir, já, ég er með bullandi gæsahóð. Haraldur Fótli hægra með fyrir utan, leysir væntanlega inn núna. Arnór opnar fyrir horni. Þorvaldur, það er brot á honum, þetta er réttur dómur. Og 2 mínútur brotið sem þú fyrsta í leiknum. Sigurður Bergman fætt 2 mínútur. Þetta er bara í samræmi við sambandið broti fyrir áleik. Hann dæmdi líka víti og 2, hann heyrður bara sanga með sjálfu sér. En aftur á móti geta Þórsararnir þrætt fyrir það, þeir áttu 2 guðspjöld eftir. Samanlagi. Það er Arnór. Arnór skorar. K1 marki yfir, bæði lið með 1 leikmann í kælingu, 3,5 mínútur til stefnu. Aron, Auðun með sér, fær fríkasti. Nú erum við að horfa á allt það sem þess að fallega íþrótt hefur upp á bjóða Óli. Stemningin geggjuð, mistök, flott mark, frábær markvarsla og taugarnar standa til þess ítrasta. Klárlega. Þetta fyrir reynslu bankan hjá þessum efnilegu strákum. Hann er brot fyrir Auðun og Linni, hægir svolítið á sóninni. Það er vítakast, inn í teig segir Siggi. En Káamennir klókir að sleppa honum. Algjörlega. Þetta var löng fæðing. Hún hafði þetta á lokum. Það gerir Aron Hól. Hann setur upp í samskeytin. 20. 2 mínútur og 45 sekúndur eftir. K1 fleiri núna. Aldrei svo allt. Varamennir og Þór staðnir undan en við sjáum ekki að vel á hennina. En Arnór er með hann og Ragnar. Arnór reysir, Ragnar kemur á þetta. Tómas Ver! Vörði var þetta og Tómas Ver þetta síðan. Fossar einu færri, það er róa þetta niður. Tómas búinn að lesa það. Já, 25 sekundur í að Fossar var jafn margir. Það gera Fossar einu færri. En á líklega ekki að spila manni sinn inn á. Reyna að opna fyrir Auðun, fá fríkast. 13 sekundur í mannin. Aron, Jón Óli, sækir inn á þetta. Ragnar Hólm, spila þarna góða vörn. Þeir ná að spila hann inn á. Hann er að koma inn á núna, Fossar jafn margir. Hendi fyrir þetta vörn alveg að koma upp. Jón Óli sækir á þetta. Skot í stafna. Sláinn yfir, óöppinn hana. 1 mínúta og 35 sekundur eftir að leiknum. Jafnt Geir. Nú er þetta bara spurningum hvort liðið veit þetta meira, þetta er ekkert við getum eða... Sammála því. Áhorfendur eru staðnir upp. Allir staðnir upp. 1000 manns. Ég ætla bara að segja þessu, 1000 manns í þessu stúku. Þetta er geggjað. Arnór. Siggi vildi meina ekkert dæmt. Sævar tók á hann að völdum dæmdi fríkast. Ragnar, Arnór. Það var tekur leikhlé. Þegar 70 sekundur eru eftir þessum leik. Staðan í upp. Það er allt að verða vitlaust. Ég er bara með hraðan hjartslátt. Við erum að fara beinanlega í styrtu eftir þennan leik. Það er beinanlega í styrtu. Þetta er frábært. Stúkan skiptist hérna í brekkuna á þorpið. Menn hvetja sitt lið.
Og í miðjunni standa forsvarsmenn Akureyri handboltafélags. Þeir þurfa ekki að örvanda með efniviðin sem er að leiðinu til þeirra sínist mér. Fræðilega! Við minnum á að þetta eru 50 mínútur, þannig að það er ekki nema 70 sekúndar eftir að leiknum. Þegar Káa er í sókn og freistast þess að komast yfir. Það verður alltaf þess líklegt að Þórsara ná einni sókn í viðbót líka í það minnsta. Ég finnst líklegt að það verði Arnór sem ríða á Já, nú kemur mér ekki óvart að setja upp í kerfi sem að endaði á því að Arnór myndi slúta. Hann er bara frábær hér í dag, óstöðandi. Ég sé heyrist Jón Heiðar, þjálfari kallar þetta í flens. Já, nei, það er opnað fyrir Ragnar. Já, Ragnar var hrikast. Og smá. Jón Óli var fyrir einhverjum njaski þarna. Heldur andliti, leiktími stopp, það er slétt mínúta eftir. Jón Óli er ekki sáttur. Nei. Ég veit ekki við hvað, en hann er alltaf mjög ánægður. Taugarnar standar. Við meina að það eru sóknarbrot. 1 mínúta eftir, þá er sókn. Þetta er algjörlega sturglaður að vita á sig. Þetta er alveg meiri áttar. Hendin er komin upp. Arnór, Ragnar Hólm. Arnór, þeirra Aron Hólm. Broti á honum. Fríkast, hendin er uppi. Aron heldur andlitið. Káa vilja meina að vera fyrir andlitið á honum, en dómarinn er ekki að svara máli. 46 sekúndar eftir, hendin er uppi. Það er sendingar búnar af 6 held ég. Jafnvel 3. 3 jafnvel. Við erum að fá þetta upplýsingar, það er ekki sömu reglur hér á meistaraflokki, það er ekki 6 sendingar. Þá er það bara tilfinning dómaranna sem ræður. Og þeir eru með góða tilfinningu þessi dómarar. Þeir eru með frábæra tilfinningu, mjög tilfinningaríki báðir. En ég... Arnór fer bara að beinta á þetta, opna fyrir hornið. Þorvaldur! Hann er að fórsættaka frákastið. Þegar 40 sekúndur er eftir. Þóra fríkast, ég reikna með að Þórsara taki leikhlé þegar kannski 20 sekúndur er eftir. Hálf minúti eftir, Þórsara að spila. Já, fríkast með taka að það leikhlé þegar 25 sekúndur eftir. Nú verður Þórsara allt hérna með Pálmann í höndunum. Já, þeir hafa ekki verið yfir í leiknum nema... Nei. 12-11 kannski. Jú, það er rétt, já, þeir komist einu sinni yfir, einu fleiri í byrjusönda áleiks. Það er eins gott, Óli, að það er hjartastuðtæki inn í húsinu. Já. Það á einhver eftir að fá flóð eða hjarta á þetta rétt á eftir, ég get lofa þeirri. En hann er áþreifanleiki. Hún er rosaleg. En þvílíkt sem þetta er frábært fyrir akureyrskan handbolta að horfa á þetta og þessi ákvörðun að hafa hana leikinn á Akureyri, hún var 170% rétt, maður sér það bara núna. Það eru 1000 manns að horfa, það hefði kannski verið 100-150 akureyringar í Laugardalshöll. Þannig að þetta er bara frábært. Það átti að vera kl. 9 í morgun. Já, nákvæmlega átti að vera kl. 9 í morgun. Það átti að vera 9 í morgun, þeir eru að vakna 6:30 bara. Já, þetta er miklu meiri upplifun fyrir strákana að fá svona leik fram að við sitt fólk. Takk HSI og takk Þór og Káa fyrir þessu ákvörðun. Menn heyr ekki dómararmötunni. 25 sekundur eftir, Þórsara að leggja stað. Óli stelur boltanum. Og hann fer allan inn. Tómas Við. Váááá. Káa náði það ákvörðunni, Káa og fríkast. Káa ákvörðunni. Það gerist núna. Það var einhver kýtingur hann að, ég held að Slavar sé að fara að ná í, nei, þetta var að fara að ná í spjald. Þetta var þvílík markvarsla. Geggjum markvarsla. Klaufarætti ákvörðni gaf beint í hendurnar á... Káa hefur 10 sekúndur til að vinna þennan leik. Já, nú er það aftur með Pálmann í höndunum, þvílík dramatík. Það var ótrúlegt. Ég held að Arnór hamrar hann í neti á 7 sekúndur Óli. Hvað segir það? Já, ekki mark, Siggi að dæma fríkast, búið með skrefin. Og þeir Káa... Þú manst hvað ég sagði fyrir áleik, menn skora hann á stundum úr fríkastum eftir velna leiktíma. Það væri það núna, Óli. Siggi vildi meina fyrir þá sem sáu þetta ekki alveg nógu vel að Ragnar hefði verið búið með skrefin og þar að leiðandi flautur hann fríkast þó að Ragnar skori áréttu dómi. Þú manst að Anton Rúnarsson tryggði Akureyri handboltafélag Öðruflokki deildarmeistaratitil í Seljaskóla úr
Aukakast eftir að leyti meðan Á liðin. sama stað og þetta er. Nákvæmlega samastað. Erum við að fara að horfa að það gerast þér aftur. Arnór með skot. Framjá. Framlegging eins og ég lofaði. Góða áhörður, ég lofaði ekki framlegging og ég stendi mín orð. Ég hef ekki taugar í þetta Geir. Þetta er rosalegt. Geggjað. En það er bara stutt pása. Já, við þurfum að ná andanum. Já, þeir fá ekki langa pásu, 5 mínútur mesta lagi. Þannig að við tökum einhver smá hlið, Þórsara, bæði liður eiginlega bara svegt, myndur ekki segja það? Jó, bæði líka áttu halvu unnið þetta. Þannig að kannski var þetta bara sangjant eftir allt. En við tökum okkur smá pásu eða ekki, Óli? Tökum smá pásu.
Jæja, árandur góðir, það fer að styttast í framlengingu. Fyrir þá sem ekki vita að þá spila 2 mínútur. Liðið sem er yfir þegar þeim tíma líður er bikarmeistari í fjórðaflokk karla yngra ár. Sé jafnt að lokni framlengingu er beint farið í vítakastkeppni. Það er gaman að horfa á vítakastkeppni, þá vona ég samt að það gerist ekki. Það er ekki leggjandi á svona unga stráka að fara með leikinn í vítakasti. Sýnir dómarakastið hafa farið fram. Það eru Káa sem byrja, það er aldrei gott að byrja með boltan. Tómas Gunnarsson í markinu á Þór er búinn að vera stórkostlegur. Hann bjargaði minni restina sem hann verið að hæfi. Hann er með 21 skot varið, Óli, á 50 mínútum. Þetta er klikkun. Þetta er rosalegt. Sko hann varði líka hraðaplöpina í restina sko. Já, hann bara bjargaði Þórsunni þar. Bruno búinn að vera frábær í Káa-markinu einni, en Tómas er búinn að vera alveg hreitt meiri áttar. Nú er spurning hvernig taugarnar liggja á þessum guttum. Ef það var spenna fyrir leik, eða í seinni hálfleik, þá vorum við komin í allt annað level hérna. Algjörlega. Þá að byrja með Arnór hægra megin. Ragnar, og hann fyrir upp og skorar. Fyrsta markið í framlengingunni. Káa 21, Þór 20. Hákon fyrir gegn, en skref dæmd og fríkastar á leiðandi. Já. Svo má ekki gleyma því að Arnór Ísak er á hættusvæði með 2 brottvísanir á bakkinu. Akkurat. Næsta brottvísu þýðir rautt. Jón Óli finnur þarna. Þau náðu ekki að gripa boltanlínunni. Já. Þórsar að halda áfram. Aron, Jón Óli, út í hornið að Bjarka. Daniel í gegn. Daniel með skot í stöng. Daniel Bjarkason var steig hann upp með erfiðum kaflaðu Þór í seinni hálfleik. Já. En óbyrjar skot í stöngin núna. Þetta Káa með komist 2 mörgum yfir. Siggi stoppa leikinn. Einhver óhreinindi á boltanum. Tvisvarsunni 5 mínútur í gangi. Fyrri hálfleik og framlengingar. Káa getur farið 2 mörgum yfir. Það er dýrmætt í framlengingu og komast 2 mörgum yfir. Já, það er spurning hvort að Hildur Eyr hafi blessað leikinn hennar að hann í síðan í kvöldunum. Ragnar í lofti. Ó, boltinn endaði. Já, það endaði hjá Káa en Stefán búinn að flauta. Já. Óli, ræðst á vörnina og skorar! Og liggur eftir. Það er ekki alltaf að vera fast. Gekk högg þarna. Högg á magan, liggur eftir. Laumaður með hornið fram með Tómasi. Hefur ekki sagt alltaf þegar menn skora svona mörk, að skora harðfylgi. Jú. Það skoraði miklu harðfylgi. Skoraði harðfylgi. Og verður Þórsvarar að nýta sér þessa sókn, eða þeir ætla ekki að missa Káa langt frá sér í þessari stuttu framlengingu. Það er engin spurning. Sem fyrir er að Aron sem stýrir spilið Þórsvara á miðunni. Með þá Jón Óla og Hákon sikkur með við sig. Auðun á línu sennilega. Það er frábær leikur Auðun í dag. Já, mjög góður. Hreyfanlegur og duglegur að opna. Hákon finnur Jón Óla út í hornið á Daniel. Það er að halda lífi í þessu. Aron á Óla. finnur. Galopin Auðun í gegn og skorar. Já, Auðun bara að vera frábær í dag. Og ekki gleyma því líka Aron sem var nánast hver einustu stóðsyndir vann inn á hann. Já, hann er búinn að vera frábær daginn Aron, þó hann hafi ekki skorað mikið nema vítum. Búinn að stjórna liðinu mjög vel. Óli á miðjunni, Arnór hægra megin. Já. Það er eitthvað kerfi í gang, Óli fyrir hægra megin, Arnór inn á línu, Ragnar Hólm, fær flugbraut. Tómas Ver, Arnór tekur frákastið og skorar. Tómas pyrraði við sína varnarmenn. Varði þarna sér 22. skot í leiknum. Já, frákastið datt Káa megin. Aron gegn Ragnari. Verið loftið. Ekki alveg nógu, þessi munurinn á Aroni og Arnóri. Arnór er miklu aggressífari og ákveðnari. Aron er meira að bíða eftir touchinu. Aron og Jón Óli inn á miðju. Aron
Hákon í gegn. Fríkast. Káa 2 mörgum yfir, það er 1,5 mínúta eftir þeirra fyrri hálfleik framlengingar. Hákon, gefur Aron. Aron gerir árás. Skrifin. Búið með skrifin, það er fríkast. Fekk ekki brotið eins og hann beið eftir hana. Svolítið ráðalaust núna hjá Þorsteinum. Hendi kominu. Hendur kominu upp, Jón Óli. Hann verður að taka skotið. Það er fríkast. Konur á. Aron. Leitar að skotinu. Það er brotið. Frábær vörn hjá Káa núna. Þórsara Vítekir í 3 sekundur á. Setaði Sigurd Bergmann hægri skýtuna. Ormin, svo bara það. Hann á að lyfta sér upp. Finnst hvað framjá. Það sem hann getur stokkið þessi drengur. Ótrúlegur. Þjálfararnir eiga engin leikhlið til að taka núna. Þau virka ekki í framlengingu, þannig að það er ekki boðið. 40 sekúndur eftir að fyrir áleiknum. Káa getur farið langt með þetta í koruna. Það er 3 mörgum yfir. Arnór í lofti, skýtur slanna, óheppinn hana. Þórsara að fá 20 sekúndur til þess að minnka munin. 20 sekúndur 20 sekúndur eftir. Þórsara geta minnkað í 1 fyrir leikhlé. Það væri gott fyrir Þór að fá mark núna. 10 sekúndur eftir. Hákon. Langan bolti yfir á Jón Óla. Jón Óli fyrir gegn. Fær vel sennilega í áskorar. 23-22. Jón Óli virðist eitthvað að meiðst þarna. Eða kannski bara með krampa jafnvel. Þú var að gríðarlega átök. Eins gott að þessi strákar eru í góðu formi, Óli. Það er 1 mínúta hlé núna, ekki lengra. 22-23 fyrir Káa og Þór byrjar með boltan. Þór getur jafnaði fyrir fyrstu sóti framlengingunni. Ég ítreka Óli, ég vona að raunum að það fara ekki í vítakastkeppni. Við finnst á alla áaleggjandi svona unga strákar fara með svona flotta leik í einu vítakasti. Hjartanlega sammála því. Þannig að ég ætla bara að vona að annar liði vinni þetta með einu marki í framlengingunni. Þar erum við sammála, Geir. Þjálfararnir leggja upp síðustu 5 mínúturnar hér í dag. Þessar 5 mínútur munur ráða því hvort þessi strákar geti titlað sig bikarmeistara það sem eftir er að þeirra ævi. Það er meirinn að segja það og það er gríðarlega stolt að vera bikarmeistari. Engin spurning. 4. flokk yngri. Við náðum í 3 silfur, Geir, í öðrum flokki. Já. Sælla minninga. Ég er ekki ennþá búinn að taka We Are The Champions og sátt. Skulum ekkert ríða það upp ofta samt. Nei. Þá er þetta að hefja seinni hálfleikur framlengingarinnar einu sinni 5 mínútur eftir. Káa leiðir með einu marki 22-23. Nú er væntanlega öll orkan langt komin á tanknum á þessum strákum. Nú er það bara viljinn sem tekur við. Engin spurning. Sömu lið byrja. Og klukkan eitthvað að klikka. Klukkan fór ekki í gang. Maggi Sigurðarla vandar Axon á rittaraborðinu. Já. Það er spurning hvort að Geir Kristinn þurfi að stökkva og bjarga honum hana. Já. Já, smá reykist hérna á rittaraborðinu. Það er verið að koma klukkunni í gang aftur. Það eru 5 mínútur eftir þessu leik, seinni hálfleikur framlengingarinnar. Ég er hérna með vallarþulinn Gunnar Eddi Birgisson við hliðina með Gussi. Hversu skemmtilegur er þessi leikur? Á skalanum 1-5. Já. 6. Já, sammála því. Þetta er æðislegt. Það er búið að tjalda öllu til hjá báðum félögum mína leik. Það er nánast fullt hús af fólki. Það er framlenging, það var ljósasjó, það var allur bakkinn. Það þarf ekkert að fara fleiri orðum um það hvað þessi geggjað þetta er búið að vera. Og við höfum 5 mínútur eftir og við skulum njóta þeirra. Já. Geir búinn að bjarga málum á klukkunni. Já, það er klukkan mun reyndar ekki flauta í 5 mínútum. Við spilum, hún
bilaði eitthvað þannig að það verður bara handblásið þegar 5 mínútur eru búnar og nú vonar bara að hann mun ekki hafa mikil áhrif á leikinn. Nákvæmlega pressa setta Magga Sigurðar og Bibba á rittaraborðinu. En þetta setur tíma mikið, menn fengum aukvæmt bríðir hana, aukvæmt tíma til anda. Algjörlega. Hákon fer á Harald. Og Bruno grípur þennan. Bruno grípur, það er ekki vikast. Hákon orðið þreyttur eins og aðri leikmenn. Já. Bara Óli áfram á miðinni, Arnór hægra megin. Já. Það er eins og við sögum í byrjun Óli, deildirnar skipta engum máli frá KFC fyrst og fór í annar deild. Það er bara þessi dagur og leikformi í dag. Það er bara svoleiðis. Og það er bara nákvæmlega heilsa báðliðum. Já. Óli og Ragnar. Arnór á línu, Ragnar í gegn. Skrefin búinn. Flott hjálparverðni á Jón Óla hana. Ragnar aftur í árás. Ragnar kemur aftur. Óli upp og skorar. Þetta er ótrúlega sigurleikmaður. Koma Þórsarði í þinni byrgjuna. Jón Óli. Nú er hættið að Þórsarði fara að flýta sig svolítið. Já. Út í hornastyrmi. Sigurður Bergmann. Sigurður fyrir geði, já. Hann skorar að sjálfsögðu. Minka muninn aftur í 1 mark. Það voru snöggir að minka fyrir þetta, kvitta fyrir þetta Þórsarðinir. Já. Það stillir K upp, K var ekkert að flýta sér. Þeir eru markið yfir. Reynu dýrmætti markið yfir. Ragnar, leysing inn frá hægra horninu. Það var Arnór með mikið pláss inn á hægra megin. Já, Ragnar Hólm, Óli. Nú er valið frá honum. Þórsarðina, Fáum við 2 mínútur á Ragnar. Þetta var klaufarlegt til Ragnar Hólm. Veit upp í sökjuna. Já, 2 mínútur eru dýrar í svona framlinduleik. Káa með einu marki yfir, Þórsarðin með boltan einu fleiri. Það reyndar ekkert reynst þeim allt og vel að vera einu fleiri. Hann kemur aftur inn og það er 1:15 eftir að leiknum. Þórsarðin einu fleiri. Já. Kemur Auðun út. Sækir Auðun, Jón Óli fer inn á miðjuna. Jón Óli fer á þetta. Þorvaldur stelur boltanum. Klaufarlegt til Þórsarðinum hana. Bruno kemur og bjargar sínum mönnum. Já, Þórsarðar hafa ekki spilað vel einu fleiri, það er bara hannig. Þú voru að leita að Sigurði í horninu sem búin að vera frábær í horninu. Það er ekki alveg skiljanlegt, það skildi leita á honum. Þá getur Káa farið langt með hennar leik. Komið 5 mörkum yfir og 2,5 mínútur eftir. Áhorfendur rís úr sætum. 2,5 mínútur, löngsending, Arnór. Arnór fær högg á andliti. Býtu nú við. Sævar flautar en dæmir ekki. Það stoppaði bara. Er þetta fríkast, er þetta Þór boltan, er þetta 2 eða, nei, Þór á boltan. Það var svona pínu furðulegt brot. Já. Ég get ekki dæmt hvort þetta var rétt eða rangt, þetta var mjög furðulegt. Já, erfitt að sjá þetta Það virkaði eins og gróft brot. Já. Aron. Inn á Auðun. Auðun skorar, jafna leikinn. Það er 20 eftir. Þetta er bara dramatík fyrir allan peninginn. Áhorfendur að fá allt fyrir peninginn eða það var frítinn. Það er bara svo leið. Það gera Káamenn, 2 mínútur eftir, allt jafn. Óli á miðunni, Halli hægra megin. Arnór út til vinstra megin, kemur í árás. Þorvaldur. Og hann skýtur framjá. Það gera Þórsarðar, 1:50 eftir. Aron Aron fer á vörnina. Sækir fríkast. Þarna ætlaði Aron bara að sækja fríkast. Siggi Lass sá í gegnum það. Káa vinnur boltann. Manninn hjá Káa. Þvílík stemning. 1,5 mínútur eftir. Káa í sól. 5 sekúndur í manninn. Já. Arnór. Óli. Óli skorar. Hann er búinn að vera gríðarlega dýrmætur Káamenn í dag. Búinn að skora rísa stórmörk. Minnir mig svolítið að Koppa Jóns í úrstæðinu 97. Hákon fer á vörnina. Jón Óli. Fyrir að taka á skari fyrir Þór. Jón Óli. Aron. Sækir á vörnina. Jón Óli aftur opna á hornið. Daniel fyrir ekki í gegn. Jón Óli aftur. Leitar að Auðunu. Missi boltan Aron aftur. Vá. Sigurður Bergmann. Hvað gerir það núna? Þessi leikmaður er búinn að vera geggjaður.
Þarna liggur, hver liggur hana? Óli Óli liggur. höfuðið. Já, 45 sekundur eftir góða áhorfendur og það er jafnt. Vonum að Óli sé ekki meiddur, hann er bara verið gríðarlega dýrmættur fyrir KA síðustu mínútur. Óli Einarsson. Eru 45 sekundur, KA-menn garantera að reyna eina sókn. Já, eina síðasta. Já, en KA fóru hliðar og bara leiklega til að tæja að róa sér niður. Þeir einu örgulega að spila upp tíman. En nú það heyrist ekkert í dómaraflötu sem Maggi Sigurðar þarf. Það er rétt. 40 sekundur eftir, KA í sókn. Arnór setur upp í 2 hægri. Óli Einars leysir inn, væntanlega. Ragnar, Arnór, Óli leysir inn. Arnór kemur á vörnina, opna fyrir Ragnar. Ragnar með skot. Tómas! Þvílík mark! Tómas er bara að verja átt í 30 bolta hér í dag. Þetta er fyrirstekur það á tæpur 60 mínútum. Þósarar fá 15 sekundur til að vinna leikinn. Já, 10 sekundur eftir, Jón Óli. Einu línusendingu. Þeir missa bolta, fótur, fóra boltan. Við erum að fara í vítakastkeppni. Eða hvað? Aron. Aramis. Einu línusendingu. Nei. Það var ekki. Þetta var ekki mark. Það er framlengt og það er jafnt eftir framlengingu. Við erum að fara í vítakastkeppni. Já. Óli, það verður bara að vera þannig. Ég var að vona að það myndi ekki gerast. Varstu búinn að ná í hjartasnitttaki? Ég er að fara held ég. Oh my god. Ég get sagt ykkur það. Allir í stokkunum sem komið yfir 60 eru vitta á hjartaáfall. Þetta er Geir. Varstu tölum við sögubakvindar á hann? Já. Það þarf að skrifa nýja bók. Algjörlega. Það þarf að skrifa nýja bók. Núna fáum við líka að sjá Óli hverjir þora. Já, þetta eru vantanlega 3 víti á lið. Já, hverjir fara inn í sig og hverjir setja kassan út. Já. Nú snýst þetta bara það. Ég ætla alltaf gaman ef mikill veðmálamaður. Ég ætla að veðja á Arnór, Óla og Fannar. Það er ekki vitinn. Já. Ég er mest spenntur að sjá það því að markmenn beggja liðar eru búin að vera hreint stórkostlegir hér í dag. 5 víti á lið. 5 víti á hvort lið, segir Sævar. Óli, markmennir eru búin að vera geggjaðir. Já, og nú skiptir það öllum máli. Já, það er alltaf líkur á annarkor þeirra verði hetjan fyrir sitt lið. Það er vel við hæfi. Fimm vítakast á hvort lið og ef það er jafnt þá er bráðabanni. Ég held að þetta sé besti sunnudagur lífsmíns, Óli. Já, Þvílíkt þetta er geggjað. Nei. Þetta er alveg með hreinum ólíkindum. Og eins og við erum búin að segja margoft, bæði liður sigurverðin í dag. Alveg klálega, bæði liðinu sigurverðar og ég ítrykka þessi ákvörðun að færa hérna leikinn norður yfir heiðar. Hún er bara frábær. Það er fyrir að spila þetta fyrir sunnan 9 í morgun. Spila hérna fram á við 1000 manns. Stemningin, ég held ég hef ekki séð hana svona geggjaða í meistaraflokksleik og Akureyri í mörg ár. Ekki síðan held ég bara 2011. Já. Geggjuð stemming, geggjaði leikur, geggjuð lið, umgjörðin til fyrirmyndar og það er eiginlega hálf leitt að þetta þurfa að ráðast á vítakastkeppni. Já, ég sammála því, Óli. Vítakastkeppnin fer fram á nyrðra markið neðan við stærri töfluna. Nú verður gaman að sjá. Já, það eru 5 vítakast. Heimir Árnason yfirþjálfari KA lagar þetta markið. Já, það er vel við hæfi að annarkvæm markmaðurinn, ef annarkvæm markmaðurinn er í hetjan hér í dag, þeir eru búin að vera hrikalega góðir báðir tveir, Tómas og Bruno. Þeir faðmast hérna, félagarnir. Frábær íþróttamenn báðir tveir. Það eru KA sem byrjar. Já, Óli Einars byrjar. Það má heyra, sko, með okkur til stemminginu í dag, þá er þetta bara... Já, það eru allir á nálum. Það gerir Óli Einars með fyrsta víti fyrir KA, Tómas til varnar. Hann setur hann upp í samskeytið, þvílíkar taugar. Tómas Gunnarsson átti ekki séns. Þetta var öruggt. Þá kemur Daniel Orri Bjarkason fyrir Þór. Á móti Bruno Bernhard.
Hvað gerir Daniel? Hann skorar líka. Setur hann að svipaðan stað og Óli gerði. Báðir á fyrsta tempói, þá er það Fannar Már Jónsson fyrir Káa. Fannar Már á móti Tómasi. Tómas fer og gefur hann 5. Reynir það hvað hafa áhrif á töðunar á honum. Hvað gerir Fannar? Hann setur hann í stöngina. Æ. Nú ríður á þjálfararnir, farið til sinna manna og vel gert hattur. Menn verða að halda utan strákana þegar þeir klikka svona stundu, þetta er ömurlegt. Þá er það Dagur Jónsson sem ég held að sé ekki búinn að spila 1 mínútu í dag. Hann er ekki búinn að spila 1 Sem mínútu. skorar. Þá er það að mínum mati eitt besti leikmaður Káa í dag, Arnór Ísak Hallsson. Hann á skilið að skora, Óli, hann er búinn að vera svo góður í dag. Já, bara frábær. Hann verður bara að skora. Hvað gerir Tómas? Tómas ver. Sorglegt fyrir strákinn, búinn að eiga geggjaðan leik, hann Arnór Ísak. Getur farið stoltur frá borðið þá hann að klikka þessu vítakasti. Klárlega. Þá er það Hákon Ingi Halldórsson fyrir Þór. Bruno Ver. Með skot á fyrsta tempói, Bruno Ver. Þá er Káa búinn að klikka 2 vítum og Þór klikka á 1 þegar 3 vítur er búinn. Trausti Lúkas stígur upp fyrir Káa. 3 búinn. 4. víti Káa. Trausti Lúkas skorar. Trausti skorar. Jafnar þá Jafnar metinn. metinn. Trausti Lúkas. Þá getur Sigurður Bergmann komið Þórsurum aftur yfir áður en að loka vítinu verða tekinn. Hvað gerir Sigurður Bergmann? Hann klikkar! Það er 1 víti eftir á kortlið og staðan í jöfn. Það er ekki til meiri dramatík heldur en akkurat hér í dag, Óli. Það er Haraldur Bolli Heimisson, prestsonur sem ætlar að stíga punktinn. Já, nú held ég að nú er hjartað á milljón í brjóstinu á honum. Já, ég er að reyna að horfa á mömmu hans í stúkunni. Hún held ég, já, og hún treystir á sinn mann. Já, hann er á móti Tómasi sem búinn að vera 30 skot hér í dag. Hvað gerir Haraldur? Hann skorar! Skorar! Þá er það Aron Hólm Kristjánsson sem er að fara að taka mikilvægasta kast sem hann hefur tekið á handboltaferlinum. Ef hann skorar, þá jafnar hann, þá er bráðabanni. Ef hann klikkar, þá er Káa bikarmeistari 2017. Aron, Káa kaldur maður. Því líka taugar skaut á fyrsta tempói og sýndist hann kloppan. Já, nú er bráðabanni. Bráðabanni. Nú er það 7. víti á Káa. Ragnar Hólm Sigurbjörnsson. Ragnar Hólm Sigurbjörnsson. Nú eru taugarnar þandar eins og Puppi og Rúnar Nú þekki ég ekki reglurnar, ég giska að þjálfara Káa sé að spyrja því sama. Já, ef hann Hvort að leikmenn klikkar- er að taka aftur. Já. Hvort að Arnór eða einhver annar mætti taka mér finnst- aftur. er það ekki mjög ólíklegt? Káa með færri á skýrslu en, Já, þeir meina ef þið klára alla. já, Þurfa það ekki markmennirnar að, já þeir fá ekki aftur svo er hattur. já. Sjáum hvort það kemur til þess. Ragnar Hólm Sigurbjörnsson, Tómas til varnar. Hann skiptir framhjá, sem þýðir það að nú fær Aron að koma aftur á punktinn skilist mér. Hann tók síðasta víti Þórs og hann fær að koma aftur. Áðan tók hann mikilvægasta víti ferilsins, en nú er hann aftur að taka mikilvægasta kast ferilsins. Hann getur tryggt Þór bikarmeistaratitilinn. Hann gerir það! Aron Hólm Kristjánsson tryggir Þór bikarmeistaratitilinn í 4. flokki yngri 2017. Þetta er ömurlegt fyrir Káamenn, auðvitað frábært fyrir Þórsara. Þetta skuli þurfa að enda í vító en svona er þetta bara. Þessi leikmenn geta gengið svo stolti frá borðið, Óli, þetta var svo geggjuð skemmtun sem þið buðu okkur upp á. Já, þetta var frábær skemmtun frá A til Ö. Ef ég hefði maður fara alla dýrustu listamenn þjóðarinnar í hófi í dag, Óli, að velja þetta hérna, ég hefði valið þessi strákar allan daginn. Þetta var ótrúlegt. Frábær leikur, frábær skemmtun. Ég verð að segja að mínum mati Þórsmegin var það Tómas Gunnarsson sem var maður leiksins. Held hann að það var í 30 skot á 60 mínútum. Maður leiksins verður valinn og tilkynntur hérna. Ég og Geir ætlum að koma okkur í mynd svona með að vera að stilla upp, vera að gera klárt. Menn þakka hvorum fyrir leikinn og ganga hérna, gefa hvorum spaðafimmur.
Káamenn eiga skiljanlega erfitt. Já, Káamenn er erfitt, en þetta eru íþróttamenn og þetta eru allt strákar sem þekkjast vel. En Óli, ég fær bara í rúmið kl. 7 í kvöld, ég er bara búinn á því, sko. Það er bara sturta, svo í rúmið. Þetta var svo geggjað. Sjá þessar strákar leggja sig alla fram, annar liðið var bara að vinna. Ég hefði viljað hafa bara 2 bikara og bikar í bæði félagsheimilið. Já, sammála því. Engin spurning. En bikarnir á leiðinni í þorpið, Þórsararnir tóku þetta. Það er mikið Þórsarar. Þeir verða núna gríndir bikarmeistarar. Nú verða að tilkynna mann leiksins. Hlustum á hver það verður. Tómas Gunnarsson, geggjaður leikur. Sá á það skilið. Og hann ræður ekki við tilfinningarnar. Hann bara fer að gráta, drengurinn. Frábært að horfa á þetta, Óli. Já, sá á það skilið. Þetta er svo ómengað, engir atvinnumenn, þetta eru bara strákar sem að elska handbolta. Já. Og er að fá hérna, þú veist, þessi leikur er náttúrulega bara meira en hægt er að biðja sko. Engin spurning. Tómas Gunnarsson, maður leiksins. Svo verða Káamenn kallaðir á pall og fá silfurseiningar. Nú er Bjössi Slanga stoltur á sínum manni, markmannsþjálfari á Þór. Sú vinna er að skila sér. Engin spurning. Upp með kassan Káamenn. Þið getið verið gríðarlega stoltir af ykkar leik. Þeir getur nú sannarlega verið með hausinn uppi. Þeir læra þessu. Já, hérna koma bara gulu hetjurnar. Þeir átt ekki skilið að tapa. En annar liðið var bara að tapa. Það er bara svoleiðis. Hvorugt liðið átti skilið að tapa hér í dag. Áhorfendur sem eru að horfa á okkur í gegnum netið, þið eigið líka að klappa. Ekki bara þeir sem eru í húsinu. Þessi strákar eiga skilið allt það hrós sem hægt er að gefa þeim. Ég og Geir minn í smá tilfærslu og leikur sem átt að fara fram í Laugardalshöllinni kl. 9 í morgun og farði norður yfir heiðar í snjóleysi og blíðuna. Og ég held að enginn velkist í vafa núna að sú ákvörðun var rétt. Það voru skipta skoðanir þá ákvörðun að leyfa strákunum að spila í Laugardalshöll. Það er algjörlega einljósað að þessi ákvörðun var rétt. Engin spurning. Hér eru Káamenn að fara að taka við silfrinu úr höndunum á bæjarstjóra okkar Akureyringa, Eiríki Birni Björgvinsinni og Hjalta Hreinssyni frá HSÍ. Það er nóg eftir líka veturinn með þessum strákum, eins og við sögum í byrjun Óli, KA eru efstir í 5. deild. Það er stappað 2 af 5 leikjum í vetur og Þórsar eru efstir í 2. deild. Þannig að mögulega mætast þessi lið, eða hvað? Mæst í úrslitakeppni. Gæti mæst í úrslitakeppni, þannig að þess að efsta liðið í 2. deild fer upp í úrslitakeppnina. Já, Þór þarf að fara aðeins erfiðari leið en KA þannig lagað séð. Já. En ég held að það sé alveg ljóst og maður getur því að spurt sig hvort að Þórsar eigi nokkuð heim í 2. deild. Þeir eru með gríðarlega gott lið eins og við sáum hér í dag. Það kemur nú ljós senna. Þórsarar eru heiðusmenn og klappa fyrir félögum sínum í KA, það gerum við líka og þið líka heim í stofu. Þessi leikur verður sýndur í öllum grunnskólum bæjarins næstu 20 árin. Það er engin spurning. Þegar er verið að kenna allt dramatík og tilfinningar og að leggja sig 100% fram. Já, það er bara svoleiðis. Þá verður það strákarnir úr 603 í hvítu og rauðu sem að stíga upp á þennan virðulega bekk. Þjálfarateymið og eftir þeim Halldór Örn Tryggvason er þjálfari liðsins ásamt Arnþóri Gylfa Finnsinni, Björn Björnsson er sem markmannsþjálfari og þarna er einnig Gunnþór Björnsson, sonur Björsa. Þessir eiga líka ekkert lítið hróskilið. Gríðarleg stemning.
Það kemur mæntalega rifna húsun þegar bikarinn fyrir á loft. Já, hann hætti því. Nú eru hrósarar að fá gullpinninginn sinn Og býður maður hreinlega eftir því að hálsinn og bæjarstjóri verið snöggur á þessu. Svo mun bikarinn fara á loft og þá væntanlega eins og Óli segir verður allt vitlaust. Já. Fáum að heyra We Are The Champions hljóma, Geir. Já. Það rók gengur hjá Hjalta og Eiríki. Nú eru leikmenn, þjálfarar og áhorfendur og við Óli í þvílíku spennufalli. Það hálfa væri nóg. Ég held að þetta er líka að hrósa dómurum leiksins. Þeir Klárlega. heldu vel utan gríðarlega erfiðan leik. Gerðu þetta einhver mistök eins og alltaf gerist í handbolta, en heilt yfir voru þeir alveg frábærir. Alveg frábærir. Það er bara þannig. Þá styttist í að bikarinn fara á loft. Já, þeir eiga einhver eftir að fjóra leikmenn eftir. Gaman að sjá svona, þá sjáum við ekki myndaðölunum. Sigurður Þrastason, dómari og Sævar Árnason standa og hughreysta Arnór Ísak. Já, Arnór Ísak var frábær í dag. Þessi gæi eftir að verða alveg einn af Skrifið nafnið niður. betri sonum Akureyrar þegar handboltasagan verður skoðuð síðan meir. Engin spurning. Ég er líka að hrissa mikið að því hvað hann er viljugur og hann er svo ákveðinn. Já. Ömurlegt að hann skildi klikka á víti, segir bara hans og eins og náttúrulega allir hinnir, en hann átti svo sannarlega að skilja að skora. Engin spurning. Jæja, þá eru þau komnir í þjálfarana, ég veit að þeim pening. Og Já, hann er hert yfir þjálfara Þórs. Halldór þjálfara. Það er hann að vaspa. Já, koma káamenn, sannir herramenn og óska félögum sínum á þorpinu til hamingju með bikarinn. Mistu myndina hann í smástund, bæjarstjórinn sleit snúrun úr sambandi. Það gæti verið. Myndatökumaður er að sjálfsögða að redda málinu. Já, en þá lýsum við þessu bara að núna eru sem sagt káamenn að óska hann ekki um myndin aftur. Er að óska Þórsfjörðum til hamingju með titilinn. Þessi strákar fá núna mont rétt inn í þorpinu og mun örugglega nýta sér hann óspart og leiði ekki á rétt. Engin spurning. Þá er það fyrirlið Þórs. Aron Kristjánsson. Það er eitthvað við þetta, við nafni Aron og þorpið. Já, Aron Hólm. Sonur formanns unglingaráðstofans. Og nú fer bikarinn á loft. Það er Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri sem afhendir Hérna fer bikarinn á loft. Þetta er þetta Daniel. Þetta er bikarnum. Þetta er stór stund fyrir þessa stráka sem eiga að vera stoltir af. Gríðarleg gleði. Við leifum bara myndunum á njóta sín og óskum Þórsurum innilega til hamingju. Þökkum fyrir okkur. Já, takk fyrir að hlusta. Góða stundir. Daniel fyrirlið. Ekki Aron.